Fleiri fyrirsættir númer 2, það var að vísi.is. Þetta svakalegt mál. Faðir mannsins sem lést á Litla-Hrauni krefst umbóta. Þetta sem sagt maður sem að misti son núna í vikunni, helgina sem að fannst látin í fangaklefa sínum á Litla-Hrauni liðina helgi. Og það kemur hann fram, hann segir náttúrulega ég bara ekkert sofið og maður í lausu lofti. Bróðir hans deyr fyrir 7 árum á sama degi. Hann átti sem sagt annan son sem hann dó á sama degi fyrir 7 árum. Við svipaðar aðstæður, það var drengur sem hafði líka verið inn út á Litla-Hrauni og ekki fengið neina aðstóð, og það það sem pappin að halda á lofti hérna núna, að hann, þessi drengur sem að lést núna síðast, að hann hafi verið að biðja aðstóð á föstudaginn. Já, þetta voða loðið mál sko. Já, og það var bara sagt, þú verður bara bíða hann til eftir helgi, og hann finnst síðan látin í klefanum sínum. Þetta talar inn í sko, þessi umræða sko sem að ég oft sko vill benda á þegar við erum að tala forréttindi karla á Íslandi. Og það við erum mjög gjörn á að gleyma því algjörlega hvernig karlar eru þeir sem að fá verri endan af spýtunni í gæðum lífsins, hvað svo marga fleti snertir, eins og til dæmis eru 90%, 95% fanga eru karlmenn. Þeir eru 80% eða 90% af þeim sem fremja sjálfsvíg eru karlmenn. Og þeir sem að lenda í fíknivanda, ég veit ekki hvernig hlutvöldin eru þar. Það aðeins meiri kallar. 60-40 held ég. En það augljóst sko að þetta algjörlega afskiptur hópur, sérstaklega fangar sem eru í 99% tilfella vímuefna fíklar. Þetta í langflestum tilfellum eru fangar þeir sem að hafa mist fótana í baráttunni við bakkus og vímuefni. Og það engin endurhæfing. Þetta úrræði sem að fangelsin hreint og klárt svona geymslu úrræði. Þetta bara geymsla fyrir afbrotamenn sem eru látin dúsa og meðan að afplánun stendur, og svo hefur verið hent út í samfélagið í verri stöðu, undantekningarlaust í verri stöðu, vegna þess að þú safnar bara skuldum og ert ekki í góðum félagsskap væntanlega, þú kemur út bara verri maður. Já. Þegar að samfélaginu myndi sko, samfélagi allt myndi fá miklu meira út úr því að menn sem að fá refsidóma í refsivörslukerfinu, ef þeim hjálpað að verða sem sagt notagóðir og gildir samfélagsþegnar á meðan að þessari afplánun stendur, þannig að þeir kæmu út bættari menn en ekki verri menn. Og svo bara aðstæðan og þú veist einhvern veginn þessi aðbúnaður sem að þeir hafa á Litla-Hrauni og sko úrræðaleysið, þú veist, varandi nám eða námskeið eða bara hvers konar uppbyggingu, það bara ekki til staðar. Við erum að láta þarna hóp í samfélaginu algjörlega éta það sem að útifrís. Heldur betur. Það eitthvað sem við hljótum að verða, sko, ég ekki bara að tala einhverja mannúð, og það sé mjög mikilvægt, mannúð gagnvart þeim sem að í þessari aðstæðum sem eru fangarnir, en það líka hreinlega bara til þess að samfélagið sko fái eitthvað út úr þessu. Það að betri samfélagsþegna sem koma bættari menn tilbaka og brjóti ekki af sér aftur og svo framvegis, sem allt sko, ef þú ætlar að fara að telja krónur og aura, þá þetta þú veist, milljarða virði að bara að gera þessa menn að góðum og gildum samfélagsþegna. Algjörlega. Við erum algjörlega að láta þetta bara einhvern veginn löndum leið eins og þetta skipti engum máli, og þetta sé bara hæfilegt fyrir refsingu fyrir þá sem að brjóta af sér, að gera þá bara enn verri mönnum, og breytir engu þó að samfélagið allt tapi á því sko. Ja, það þú veist, þessi sjúkdómur, það búið að vera sjúkdómur bara hérna á Íslandi að herja á okkur í 20 ára, og það eru 20 manns og konur sem deyja 100 árlega. Þú veist, ungt fólk, gaman, spyr ekki aldur eða kyn eða stöðu í lífinu, fjölskyldur eru brotnar, þú veist, fólk að fara í fangelsi,
þú veist, þessi sjúkdómur búin að vera bara alls ráðandi hérna heima, bara mjög lengi og öllum heiminum. Hvenær kemur einhver stjórnmálaflokkur með þetta sem aðal málefni sitt? Akkurat, þú veist, hvers vegna ekki sjálfsagt að við nýtum sameiginlega sjóði til þess að setja eitthvað af því í þennan málaflokk til þess að bæta stöðu þessa fólks og þá samfélagsins alls. Það er bara, mér er óskiljanlegt. Já, að því eins og þú segir, peningurinn sem við eyðum í að gera bætur hana koma margfalt tilbaka. Alveg 100%. Bara svipa og bara hana endurgreiðsluna fyrir kvikmyndaverk. Eða þú veist, þetta er bara þannig dæmi, sko. En stjórnmálamennu þetta kannski hugsa, þú veist, það hefur ekkit upp á sig að vera að lofa einhverjum bótum í þessum málaflokki því að atkvæðin eru svo fá þar sem að... Er það samt? Ég held ekki. Ég held að ef að stjórnmálamenn kveiki á pörinu og benda betur á sko samfélagsleg áhrif þess að betrum bæta menn og gæta þess að þeir verði virkir, góðir, gildir samfélagslegnar en ekki síbrotamenn, að ef við myndum bara ná að setja fókusin á það og það, þú veist, við viljum öll hafa samfélagi þannig að það sé ekki allt vaðandi í afbrotum og við vonum því að vera rænd og rupluð og stólið frá okkur þannig að þetta róar öllum árum að því. Eða eins og þessi maður jarðaði 2 syni sína, skilurðu, þetta er hræðilegt. Það er hörmung maður. En þú tekur bara þennan hóp 18-40 ára, þú veist, 45 jafnvel 50, það er allir held ég á okkar máli með að þetta er sjúkdómur, þetta er vandamál, þú veist, þetta er ekki vont fólk, skilurðu, það er ekki að sínum eigin vilja, þetta er bara fast í sjúkdómi, það vilja allir beturbæta, þannig að þetta er hjúts markhópur sem einhver stjórnmálaflokkur gæti náð til, sko. Sem aðalatriði að þeim. Ég sá að inn á Facebook síðu drengsins sem að lést núna helgina, þá sá ég að hann var með sónarmynd að litlu barni. Já, ég sá það líka. Svo myndarsettin í janúar, þannig að ég gerir ráð fyrir að þetta barn sé enn ófætt. Og það er að fara að alast upp föðulaust. Það er að fara að alast upp föðulaust, já. Og þú veist, vegna hvers, af hverju þarf enn eitt barnið að alast upp föðulaust? Það er gott að við spyrjum okkur af því. Það er ömurlegt að þurfa að alast upp föðurlaus og þetta er allt ömurlegt við þetta. Við hljótum að geta gert betur. Algjörlega. Við ætlum að fara þá næst í fyrirsætt nummer 3 en hana var ég með að vísi líka. Massív slysaslepping á vondu frumvarpi. Þetta er nú framhald af mjög vel útfærðum fréttaskýringum þetta fyrirbæri sem að kallast lagareldi, nýtt orð í íslenskri tungu. Það er svona heildar orð yfir alls konar fiskeldi á sjó og landi og fleira. En það er mjög skrítið að það eru Vinstri græn sem hafa haldið á þessu máli í gegnum þessi frumvörp sem eru að birtast okkur núna sem að virðast vera sérsniðinn að þörfum stórfyrirtækja, þá aðalega norskra stórfyrirtækja sem ætla að malla og maka krókin hér í íslenskri hafsögu og íslensku landi að gera fiskeldi sem að mun að öllum líkindum sem að meðal það sem að les halda áfram að menga og skaða íslenskt lífríki og það sem er náttúrulega mest bitist á hérna núna og er mjög sérstakt að Vinstri græn er að berjast fyrir einhvern veginn að það sé svona ótakmarkaðar heimildir fram í eilíðina fyrir þessi fyrirtæki til þess að athafna sig í þessum fjörðum og þarna er þess að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hún óskaði eftir að fá að ræða við fyrrverandi ráðherra Svandísi Svavarsdóttir, hún er innviðaráðherra núna en hún var matvælaráðherra og hafði þetta mál í sínum tíma og Þorgerður sagði grundvallarprinsipfæra þegar kemur að auðlindanýtingu og rættaði verið lagareldi, fiskeldisfrumvarp sem hún hefði haldið að ætti að fara í gegnum ákveðna síur, fyrst í gegnum ríkisstjórn og svo í gegnum 3 þingflokka. En hún segir það er eins og engin viðvörunljós hafi kviknað við þessa yfirferð. Þetta er massív slysaslepping á vondu frumvarpi sem hefur átt sér staði gegnum þessa flokka, sagði Þorgerður Katrín. Og hún sagði reyndar að nokkri þingmenn væri nú á rangurótinu. Það er að taka almannahagsmuni framar sérhagsmunum og afhenda ekki auðlindir þjóðarinnar tímabundið. Við gefum heldur ekki auðlindir í eigu þjóðar, punktur. Það er
mjög áhugavert að lesa, ég ætla að lesa aðeins fyrir ykkur umsagnir þetta frumvarp sem að komum með annars vegar frá Landvernd og síðan líka Laxeldissjóðurinn minnum að heitið sem að er þetta ég ætla að finna þetta það sko er þannig að það var fengið til ráðgjafar bandarist fyrirtæki sem heitir Boston Consulting Group og þeir gerðu svona skýrslu sem á að vera svona algjört undirstöðu plagg fyrir þennan iðnað til framtíðar og hvernig stjórnvöld ætla að haga sér í kringum hann. Og skýrslan sem að Boston Consulting Group kostaði eitthvað hátt í 100 milljónir króna og virðist vera algjör rákasmíð. Hún sem sagt hefur legið í samráðsgátt frá 28. febrúar og núna er umsandafresturinn liðin og það eru komin að ljós fullt af hörðum engunum og ófærar enganir sem að þetta fær. Og í umsögn Landverndar þá segir stjórn Landverndar telur skýrsluna vera draumóra fiskeldisiðnaðarins og raun gagglítið plagg. Mjög alvarlegt er hversu miklum fjármunum af almannafé hefur verið varið til þessar skýrslugerðar sem er bæði efnislega og að formunu til mjög rýr. Kostnaðurinn við skýrsluna sagði að slagar í hátt í 100 milljónir króna og svo er Landvernd að benda á nokkur atriði að þarna í skýrslunni er ofur áhersla sé lögð á efnahagslegan ávinning eldisfyrirtækja. Sviðsmyndir eru óraunhæfar. Grunnreglur umhverfisréttar að engu hafðar. Ekki er skýrt hvernig bregðast eigi við og draga úr alvarlegum umhverfisáhrifum. Algjör vöntun er á sannfærandi umfjöllun áhrif fiskeldis á losun gróðurhúsalofttegunda, orkunótkun, burðarþol fjarða vegna lífræns efnis eða lúsalyfjum, plasti og koparoxíði. Umfjöllun áhrif á villta laxastofna og aðrar atvinnugreinar er ófullnægjandi og alvarlegir annmarkar eru á heimilda og hugtaka notkun. Virðist vera meingallað. Og svo, ekki Laxeldissjóðurinn heldur. Icelandic Wildlife Fund er síðan hinn aðilinn sem að setur inn athugasemdir og þeir segja raunveru í skýrslunni eru setta fram 3 sviðsmyndir sem allar eru óraunhæfar og það eru ýmsar rangfærslur, hæpnar fullyrðingar og upplýsingar laða fram án þess að fyrir þeim séu tilgreindar heimildir. Skýrslan er svo gölluð að hún getur ekki þjóna sem grunnur að stefnumótun fiskeldis á Íslandi til framtíðar. Og óspillt náttúra og lífríki er dýrmætasti lífeyrissjóður Íslendinga. Þessi skýrsla gengur gegn því að vernda þau mikilvægu verðmæti fyrir komandi kynslóðir. Og þessi skýrsla, eins og ég sagði áðan, á að vera einhvers konar grundvallar plagg samkvæmt stjórnvöldum til þess að byggja þennan iðnað á. Þannig að þetta er stórhættulegt og það er eins gott að þingmenn séu á tánum að vakta þetta mál og gæta þess að þarna fari ekki gegn einhver katastrófa sem við munum súpa segið af áratugi eða aldir fram í tíman. En eins og ég segði áðan, það er ótrúlega sérstætt að það séu vinstri græn sem að séu að halda á þessu máli með þessum hætti af öllum flokkum. Já. Sem að, en það er auðvitað þannig að í þessu ríkisstjórnarsamstarfi þá eru búin að sjá báða flokka, bæði sjálfstæðisflokk og vinstri græn algjörlega verða eitthvað allt annað heldur en þeir þóttist standa fyrir. Heldur betur. Ég menn bara til dæmis að Katrín Jakobsdóttir skulle hafa verið bara einhver aðal svona NATO stríðs fólk var alveg til að velta fyrir sig hvort hún ætlaði að gefa kost á sér sem forseta NATO en af því að hún var alveg orðin þannig hún var orðin hún var svo mikil NATO-kona að þetta er rosalegt þannig að hann Ástór náðinni algjörlega í þessu kappræðum hann með spurninguna, hún er raun og veru eini sitjandi forsætisráðherra þegar það eru keypt vopn og sendið í annars stríð. Einmitt. Það er Katrín Jakobsdóttir. Það er ótrúlegt. Það er algjörlega ótrúlegt og hann sendi frá sér bréf í gær hann og þar bendir hann á að það hefur hreinlega verið rangfærslur í máli hennar á þessum fundi að því að hann spurði bar Katrín uppi forseta á ríkisráðsfundi þá ákvörðun að kaupa vopn fyrir skatt við þjóðarinnar. Hún sagði að þetta væri ekkit á hennar borði, hún sagði breytingar á utanríkisstefnu Íslands
þetta fjalli ekki undir hlutverk forsætisráðherra samkvæmt stjórnskipan, það veri alfarið hlutverk utanríkisráðherra og á hans ábyrgð að taka ákvörðun að hefja vopnakaup til stríðs á erlendri grundu utan NATO. En síðan sko, við erum náttúrulega búin að sjá Katrínu Jakobsdóttur á ótal fundum með Zelenski og svona, og það hérna ljóst að, hann segir, ljóst að Katrín Jakobsdóttir fór fram úr valdheimildum sínum með stuðningi við hernað. Hann segir hérna, hann segir, ég fæ ekki betur séð en að Katrín Jakobsdóttir hafi farið rangt með þegar hún svaraði mér og þjóðinni spurningunni. En hér eru myndir af Katrín og leiðtogafundi 13. desember síðastliðin, þar sem hún lagði á ráðin vopnakaupin, og það er mynd af henni hérna með Zelenski og fleiru. Og hérna það sem stendur undir: The Nordic countries have made solid and robust military contributions to Ukraine, including air defense systems, artillery systems and munitions, og svo framvegis. Þannig að hún hefur sér að bara persónulega verið að ræða þessi vopnakaup við Zelenski, sagði síðan að þetta mál væri henni algjörlega óviðkomandi. Já, bara eins og utanríkisráðherra getur bara gert þetta án þess að hún vitaði. Þá erum við bara með eitthvað galla kerfi, bara what? Hún fer með forsæti í þessari ríkisstjórn og major breytingar á stefnu lýðveldisins sem hefur haft það svona hryggjastykki í sínu utanríkisstefnu að vera hlutlaus aðili og friðaraðili sem er ekki með her, vopnlaus þjóð, að allt í þinn að taka upp á því að kaupa vopn beint vera með skattfé almennings til þess að kaupa vopn inn í stríðsátök er grundvallar breyting á stefnu íslenska ríkisins. Og að utanríkisráðherra geti gert slíka grundvallar breytingu án einhvern veginn vitnesku forsætisráðherra væri bara algjörlega galið ef að svo væri. Algjörlega, og ég man líka þegar við fórum, lýstum hana Coalition of the Willing, og við fórum í stríði, þannig að Afganistan, fyrsta stríði sem við farið í bara ever, skilur ég man eftir liðinu sem bölvaði því í sand og öskur að nú væri búið að koma okkur Íslendingum í stríð. Þetta sama lið er að fagna því að það sé keypt vopn fyrir Úkraínu. Já, mjög sérstakt. Man bara, what? Það má ekki, þetta þarf að vera bara flatt yfir línun. Við erum ekkert í neinu svona. Kaupa sjúkrahús eða medical assistant, allt annað mál, skilur. Þetta er algjör grundvallar breyting og það hlýtur einhver að þurfa að sæta ábyrgð fyrir það. Það er bara þannig.